Margföldu hlustendur, margföldu hlustendur, margföldu hlustendur, margföldu hlustendur, margföldu hlustendur. Á ég segi þetta 17 sinnum? Já, endilega. Nei, ekki. Heyrðu, pældu samt annars í því hvað það væri geggjað ef hlustendur okkar var allir í 17 eintökum sem öll varu jafn æsti að hlusta á tveir á topnum. Það myndi koma sem mjög vel. Kæmu þarna áheyrnar tölur sem að myndu kýtla markaðsöflin. Það var keður. Já, en ok, þið eru sum síðan að hlusta á hlaðvarpið marglaga tveir á topnum með blaðamönnum Oddi, Ævari og Tóta. Þetta þáttur 90, tekin upp síðdegis 13. mars á því guðsvola árið 2025. Mikki 17. Nýjasta mynd leikstjórans Bong Joon-ho. Vel gert. Var þetta rétt? Jú, þetta rétt. Verður í brennidefli þessa þáttar og til þess að reyna að ná ykkur vitranum tökum á því furðuverki höfum við fengið til okkar vægast góða gesti. Fyrstu gestinir í talsverðan tíma. Já. Varstu ekki leiður á sjálfum þér og mér? Jú, mjög. Já, ok, gott. Það Valur Gunnarsson, sagnfræðingur, rithöfundur og blaðamaður og Birgir Olgeirsson, sérfræðingur í almannatengsling á Play og áður blaðamaður hjá sama fjölmiðlaveldi og Oddur starfar fyrir. Þetta er ekki nokkuð með rétt hjá mér. Þetta hárrétt hjá þér. Þannig að þetta eiginlega blaðamannaspjall. Þetta eiginlega blaðamannspjall. Blaðamannablaður, já. Mikilvægasta blaðrið. Já, Valur, þú ert náttúrulega búin að skrifa náttúrulega bæði skáldsögur og svo ertu búin að vera að skrifa svona, ertu ekki svona í Gonzo í heimsmálunum? Jú, Gonzo í heimsmálunum, það kannski bara ágætis lýsing, sögulegt Gonzo, svona Gonzo kringum heimssöguna jafnt sem samtíman og og löndin. Svo verðist alltaf einhvern veginn vera að þælast í þeim löndum sem að koma svo í brennidöbil alþjóða pólitíkurinn. Er það svolítið verið að kalla á því, þú ert yfir svona talking head álitskjafi til þess að tala Úkraínu og Rússland og eitthvað annað en kannski bíó. Já, ég með góðan almanntingil, þegar ég skrifa bók Rússland og Úkraínu spurði Putin hvort það var ekki til að vekja athygli á samskiptum þjóðanna, hann tók viljið það. Já. Síðan var ég á Grænlandi í vor og spurði Trump hvort það var ekki til að gera eitthvað til að vekja athygli á Grænlandi. It's the best idea. Thank you, Valur. Thank you. Great. Já, svo alltaf, Birgir, þú alltaf varst helviti lengi blaðamennskunni. Herðu, ég var í svona reyna að telja þetta rétt að ég held ég að verið 13 mann í blaðamennsku, byrjaði Bæjarins besta á Ísafirði. Já. Árin kom til þín og Devaf. Nákvæmlega. Og svo lág leiðir okkar Odd saman á Vísi, svona 2015-16. Það ekki, jú. Það var Oddur efnilegur ungu maður og þar sem við áttum svona nýr death experience saman eitt kvöldmatinn. Þú verður að tala þegar við pöntuðum okkur Thailand. Já, ég kláraði á núleitni og svo dóin henni, en það er önnur saga. Já. Valur, við erum nú eitthvað saman á Fréttablaðinu. Já. En þú varst líka á Devaf, eða ekki? Jú. Þannig að Oddur er eini maðurinn við þetta borð sem hefur ekki unnið á Devaf. Hræðilegt. En eiginlega, Devaf var eiginlega komið á Fréttablaðið þegar ég var að vinna. Já, ég var eiginlega að vinna á Við geymtum þarna einhverja 5 apa hann í Glerbúri sem var kallað Devaf. Rámar í það. Var það ekki almennt fyrir það sem við voru að héraspjörnum að maður byrjaði á Devaf og vann sér síðan áfram þaðan eða ekki ef að illa fór? Ég byrjaði svona í alvöru skýtum bara. Já. Devaf fyrir 20 ára síðan var svona. Ég veit ekki allir, ég hef ekki bara byrjað á topnum, ég byrjaði náttúrulega á vísi.ri, Já, þú byrjaði það? Það var náttúrulega Fréttablaðið ekki eins og til, það er það langt síðan. En nú er Fréttablaðið ekki heldur til núna. Merkilegt. En já, en Birgir, þú ert svona, hvað? Þú ert svona plug and player, plug and play maður. Pluggari fyrir player. Ég er út allar koppa á grundi að vekja athygli á flugfélaginu Play í Evrópu og Bandaríkjunum og þetta er helviti skemmtilegt bara svona áskorun á hverjum degi að láta heimsbyðin að vita af flugfélagi í Íslandi með 10 vélar meðan Turkish Airlines er með 300 okkar. Já, og náttúrulega Þorgerður Katrín á fullu að eyðileggja fyrir með að pirra Trump. Akkurat. Maður þarf að fara að heyri inni Já, en svona áður en við vindum okkur í markvöldanatöflu Sigurvegari Óskarsverðlaunanna 2020 sem er Bong Joon-ho, manstu því. Þá kannski aðeins að hraðspóla yfir það sem Egill Helgason kallaði alltaf vettvangur dagsins. Hvað, ertu að horfa á eitthvað á þetta minn? Já, maður er alltaf að horfa á eitthvað. Ég er komin í White Lotus 3 og ég er líka, var að klára Traitors líka. Raunleika þetta, hafið séð það? Á það eftir, Já, er það með honum Alan Cumming? Já, það er ekkit eðlilega gott, Það þriða sér bandarísku útgáfinu og bara fála skemmtilegt. Svo er þetta náttúrulega líka bara í alls konar. Reacher, ég er að horfa á það. Hann er alveg að virka.
þetta bara frábær sería, sko. þriða serían, Já. alveg frábær og mér líður bara eins og ég sé alltaf að horfa á eitthvað ég horfði líka á Real Pain með okkar manni sem að Kieran Culkin sem fikk Óskar daginn. Hvernig fannst þér hún? Þetta var bara svona feel good mynd, svona hangout rosalega gaman að hanga með þeim tveimur alla tíman, svona sideways nema helföril í staðin fyrir einmitt, ég að fara hann í kvöld sko. Helfæragrín er oftast gott sko, en svona feel good helfærar myndi og það er ekki það er kannski hvað Bella Evita, Beautiful Life sem hann náði því einhvern undan hann hátt sko, en fyrir 30 ára síðan já, næstu því nákvæmlega það var svona fyrst að sjá svona stóra mynd sem að þú veist með fullir virðingu hefði þetta getið verið íslensk mynd að það var eitthvað svona hressand að sjá svona stóra framleiðslu sem að var samt svona einföld og létt og ljúf saga sko. Einmitt nákvæmlega, og alvöru svona já, hann er frábær í þessari mynd, Kieran Culkin algjörlega. Þetta verður mikið veistlega hjá þér, Valur að sjá þessa mynd já, ég get ekki beðið líka svona, með Jesse Eisenberg svona aðeins að finna fjölina sína aftur stórkostleir í social network en svo kom alveg bara hræðilega myndir eftir það en einmitt hún er svona aðeins að ná sér tilbaka kallinn sko. hann leikstýrir það já, hún sýnir svolítið kannski svona hvað Jónum býr sko. einmitt en þið eruð eitthvað hafið tíma fyrir streymið ég er nýbúin að horfa á seríu sem heitir Landman já, það var hressandi hún var það er svona nýlegasta sem ég horft á sko. annars er ég svolítið sauður þegar kemur að sjónvarpi ég er rosalega mikið að horfa aftur á sömur hlutina eins og hvað? Sko ég með sérstakt dálæti á Breaking Bad sko, ég er búin að horfa á það aðeins svo oft sko, en þá spóla ég yfir atriðin með fjölskyldinni mér er bara svo gaman að horfa á Walter og Jesse í harka sko, en það er svona mitt guilty pleasure að horfa aftur á það í runni svo einhverja hræðilega gaman þætti það svo milli ég tengi mjög við þetta alls saman sérstaklega að horfa aftur og aftur og aftur á eitthvað gammalt sko. Ertu að horfa á Friends? Nei, þetta er verra sko. ég er að horfa á King of Queens og eitthvað þannig sko. Hvernig eldast það er? Þeir nefnilega að því þetta er svo tímaleg söguþráður sko að hann sem sagt vinnur að koma og segja herriði það er við erum að fara að horfa á Barda í kvöld við erum að fara á það, við erum konum með á hann bara geðveikt, ég ekki með svo kemur konan og við ætlum að taka til í bílskúrtum á morgun og þá þarf hann að finna leið til að gera það bæði í einu á þess að svíkja okkur annan fína þetta var ekki pappans Ben Stiller var hann ekki tengdapappin og svo alltaf rosalega sæt konunars King of Queens, hún Lea Remini sem er einmitt í stríði alltaf við vísindakirkjuna hún beilaði á vísindakirkjuna mjög flott kona, mér var stæla svona það klikkaði suspension of disbelief hjá mér í King of Queens að vera þessi durtur ætti þessa glæsilegu konu þetta er nú alltaf stefið sko með þetta sko. Þetta var tímabil ekki, þetta var tímabil það voru svona grínþættir það var alltaf svona mjög feitu kall og svo glæsilegu konu alltaf glæsilegu sko. Modern Family og eitthvað nákvæmlega en þú Valur, horfður bara á beinar útsendingar frá Al Jazeera og já, stundum horfi ég nú reyndar á sko leikna pólitíska dramatík líka já og ég var seint á síðan núna að horfa á nýjustu seríu á Borgen nú er einn 2 ára gömul og þetta er alveg rosalegt þetta er sko gerst 10 árum eftir upprunalegu og þetta er miklu betra og ég hefði eiginlega aldrei búist við því að Borgen er svolítið svona pólitísk fantasía þetta er svona gott fólk sem stendur fram fyrir erfiðum ákvörðunum tekur endanum rétt ákvörðun og er veluna fyrir það en í þessari nýjastu seríu þá er það ekki þannig þá eru ákvörðunar miklu erfiðari og hún tekur ekki endilega móralst réttu ákvörðun og síðan bara rúlar þetta áfram einhvern veginn og til þess að gera það meira spennandi þá snýst þetta sko sjálfstæði Grænlands hvort Grænland eru sjálfstæði og Rússland, Kína og Bandaríkin og allir eru komin inn í það þannig að veit maður ekki, fattar maður ekki hvort maður sé að horfa bara á fréttir á DR1 eða Borgen sko, það er svona að muna hvort var hvort sko. Akkurat, ég horfði mitt á hana seríuna þegar hún kom út og þá man ég að hugsa Grænland maður Bandaríkin, þetta mun aldrei neitt í líkingum við þetta gerast
Nei, þetta er svona dystopíu höfundar svona pólitík þeir verða að hafa samt að við það þeir alltaf hefur líka náttúrulega frá þeim sko. Það er alveg merkilegt með alþjóðastjórnmálafræðingin og Oddvin minn hérna þetta mun aldrei gera og svo bara hvað var það 3 dögum fyrir kosningar og bara fullirtu í þessu þætti að Kamala Harris kosin Já, það var vont, það var mjög vont og þetta er hlustu saman þarna sko. Já, eða mig, ég var mörgum þáttum áður búin að segja að þetta færi svona þá vorum við með annan stjórnmálafræðing alþjóðastjórnmálafræðing við erum róa mig, nei, það gerist aldrei sko, þetta er alltaf góð Ég held ég að bara ekki vilja trús sko. Nei, það er samt að kostur í mig sko, ég er svo mikið alltaf að vera sannspár núna það er alltaf að ég er bara fættur pessimisti sko. Ég gerir bara alltaf ráð fyrir verstu hugsanlega útkomu og hún er svolítið mikið að koma upp núna bara alltaf Það er eiginlega ekki hægt að vera nógu neikvæður sko. Nei Við erum ekki fyrir alltaf fram manni sko. En ég er náttúrulega ég er í Rítsjær svona ég ætla að taka hann í bind sko en ég get ekki látið þetta hlaðast upp ég stekka á þættinu bara leiðu að koma sko. Samtidig múið lesa bókina til þessar Já, þú ert búin að lesa það Já, en þeir fara alveg, það er engin spoiler þeir fara með þetta aðra áttur og breyta sko. Og svo Daredevil, þriði þáttur og Daredevil Born Again kom ekki aðeir Búin að horfa Já, þetta er ennþá lofa góðu Þetta er ennþá, ég er á öðrum þetta er mjög gott Já, og svo er hermt sko að þetta sé bara það langöflugasta sem hefur komið frá Disney Plus alltaf þessu ári 7,5 miljón views hérna í byrjuninni Hvernig er þetta í samræmi hvernig fílingur þinn kakvart öðrum svona Marvel þáttum á Disney er þetta ógeðslega hægt eða er þetta Já, það er ég sko svo líka frumtextin, þessi Born Again myndasaga er svolítið mikið slow burn og erfið sko, þannig að ég er alveg rólegur sko, en ég þóli samt með illa að það gerist ekki eitthvað Nei, ég er búin að horfa á fyrsta áttin á þessu Daredevil, nýja og mér finnst þetta halda mjög í andan af Netflix-seríunni sko. Ég veit ekki hvort þið sáuð hana, Daredevil seríunar á Netflix það voru mjög svona gritti Ég held ekki að þetta sögu Frank Miller sem að hann alltaf bjóð til nánast fullorðins teiknimyndasöguna á 9. áratugnum þegar maður var dætt í það að verða úlingur sko, alltaf með veikan punkt fyrir því og mér veist nú Daredevil vera svolítið í öðrum klassa heldur en aðrir aðrir Marvel þættir sko. Þetta er alveg drama með bara fólk fyrir í búning og lemmi hvort hann inn á milli sko. Hann er góð persóna sko. Svo ég sagði nú hérna í síðast þetta þá var þetta bara fyrsta uppáhalds myndasögu þetta mín þegar ég var krakki sko. Ég er nefnilega óttaðist mest að þetta er eitthvað svona þú veist, maður horfði á Hawkeye og She-Hulk og þetta var svo ótrúlega léttir og svona léttir þættir sko og Daredevil náttúrulega mætir í She-Hulk sko er frekar léttur og skemmtlegur og kemur ekki Kingpin í Hawkeye Jú, Kingpin kemur í Hawkeye og maður óttaðist að þetta yrði þannig þú veist, þetta yrði bara einhvern veginn en þessi sería heldur mjög vel í hinnar seríunar og mjög svona down to earth finnst mér og bara, ég fílaði þetta eftir fyrsta átt Svo er það besta sem ég var núna talandi að horfa aftur á eitthvað gamalt ég var í góðu hyrðin daginn og fann Prime Suspect með Helen Mirren, svona box set og fyrsti þáttunum kom 1991 þú hefur sannlega bara ekki verið mættur til leiks Nei, 2 ára setna og þeir voru góðir þá sko en ég er búinn núna með 4 seríur af 5 og þetta áttur alltaf að skamma mig fyrir að vera ekki búinn með The Bear og hitt og þetta sko þá er ég alltaf að stolla bara í ykkur gömlu en ég er að spila á diskum sko við erum ekki að streyma þessu sko Þetta er DFT Já, og geggjaði þetta sko og sko það er svo mikið leikurum sem byrtast það til þess að í fyrstu serju Ralph Fiennes bara byrtist ekki með 5 mínútna screen time og samkvæmt IMDb þá var þetta fyrsta hlutverki hans Í alveg? Já Svo er Tom Wilkinson sem var Marconi í Nolan-myndunum ekki hann Svo bara David Thewlis, Peter Capaldi, Mark Strong, Ciarán Hinds, Johnny Lee Miller allt þetta lið bara Það er rosalegt og merkilegst þetta Mark Strong, hann er með svona smáhár og hann er ekkert töff hann er ekkert eins svalur og hann er orðið núna sko. Mjög gaman að þessu en heyrðu, ef ekki bara fara að snúa okkur þessari mynd hana Jú, ekki Jú, og þá ertu í Soundbank 2 Já, þú varst búin að undirbúa eitthvað Já, ítt á þennan Get regular people to stop yelling at each other and realize that it's a select few group of nerds, okay, eating raw almonds and doing their stupid workouts and everything and just competing with each other to have the biggest infinity pool, and the rest of us are getting pushed down. And they've politicized the whole stupid thing, and we're falling for it. And who's the they?
Besides people who eat almonds? That idiot Elon Musk. Oh. That guy, like, he's going to, who evidently is a Nazi. Like, I just refuse to believe that it was an accidental 2-time Sieg Heil. And he does it at a presidential inauguration. This is why I hate liberals. It's like liberals have no teeth whatsoever. They just go, oh, my God. Can you believe I'm getting out of the country? I'm just like, you're going to leave the country because of one guy with dyed hair plugs and a laminated face who makes a bad car and has an obsolete social media platform? You're going to leave this. Why doesn't he leave? Why isn't he stopped? What are we so afraid of this guy who can't fight his way out of a wet paper bag? Já, þetta var Bill Burr, uppistandskrýnar sem að með minnum að hafa verið kanselar næstu því, neðin fyrir nokkrum árum, ekki? Þú veist hvað þetta ekki? Jú, heldur betur. Svo var náttúrulega hvart yfir að liberal séu tannleysi, en þeir voru nú búin að naga þess í hann, en hann alveg brjálaði bara yfir því að fólk séu eitthvað hrættu að Elon Musk. Sko. Yfir Elon. Já, og ég veit ekki okkur fekk ég hann til þess að brúa yfir í umræðanum Mikki 17, þetta ekki, það er svolítið, það er alltaf viðandi. Sko. Þið varst að tengjast. Já. Talandi það, bara ég verður að klásta það þegar svo Valur var að segja það ekki hægt að vera nógu svartíð. Sko þetta síðast að Trump púlaði þegar hann er svona bílasölu á the White House lawn, þú veist, bara used car salesman, þetta er bara svona klísja í öllu amerísku sjónvarp og bíómyndum, svona slísi gaurar, helst með kúrekata. Aldrei myndi fórst í Íslands gera þetta. Já, hún fór nú nálægt í þarna í aðdragandanum þegar hún fekk bíl á Toyota afslætti eða hvað. Sæði þið fyrir ykkur að vera bara Volvo. Í Brimbo. Við fengið hann alltaf pósaður fram að playvél. Það er drömmur, sko. Já, það var samt alveg geggjað. Það var bara svona nýjasta lína frá Volvo bara. Rúllið upp á Bessastöð og fáið eina með öllu og Pepsi og tekkið á Volvo-inu. En þú akkur varst að tengja þetta við Mickey 17? Ég veit ekki, ég haf kannski ímyndinni mér fannst vera svolítið ádeilutónn í Mickey 17 og svona svolítið svona vondukallarnir minna mig svolítið á Trump og Elon. Sko. Ok, ef við ræðum hana bara heilspislaust með spillum. Já, ef við reyna að summa upp sögurþráðin. Þetta er eitthvað svona minnipókamaður hann Mickey sem er með versta handrukkara í heimi á eftir sig. Sá sem hann er eitthvað slókan hans er að ég elti að endumörkum veraldar til þess að saga því í sundur, sko. Þá fær hann það frábær hugmynd að fara bara út fyrir gufukólu og bara á aðra plánetu og kemst í eitthvað svona landnema leiðangur með því að skrá sig sem sagt expendable, mjög ólíkur expendable og þeir sem að Stallone setti saman, því að hann er bara svona tilraunadýr sem er bara látum bara drepast trekk í trekk, að þeir alltaf lægast þeir bara prenta nýjan Mickey. Þannig að bara hver skipti sem að Mickey númer eitthvað deyr, þá bara gubbast bara nýr Mickey með allar minningar og reynslu uppsafnaða á harðum diski. Þannig að já, þetta er svona áhugaverð, sko. Og bara strax, sko, er ekki Elon Musk á leiðinni með eitthvað Mission to Mars? Jú, einmitt, það er tengingin. Þetta er rauninni bara sami maðurinn og er þarna sem er heldur úti þessari ég veit ekki. En náttúrulega, það er já, það er náttúrulega það er helvítið mikið ádeilutónn í þessari undarlegu mynd, sko. Hvernig varst það ykkur? Þessi mynd? Sko, sá trailerinn fyrra, ógeðslega spenntur. Myndi mig gamur svona vibes af Edge of Tomorrow með Tom Cruise sem mér var skeggjum mynd. Einmitt. Þessi punktur sem að Tóti nefnir með ádeluna og að þetta sé vísun í Trump að Mark Ruffalo sé þarna að gera, þú veist. Já, hann leikur þarna auðkýfing sem er að fara með þetta. Já, mislukkar pólitíkur sem búin að tapa 2 kosningum og nú er svolítið búin að kansela sér, sko. Og ætlar að stofna nýlundu. Þetta er svona, þetta tók mér svolítið úr myndinni að mér fannst eftirherman sem Mark Ruffalo var að gera, mér fannst hún svona basic og það sem truflar mann með eftirhermur að Trump er að Trump sjálfur er svo ógeðslega surrealískur hann er svo ógeðslega skrítinn og gerir svo margt fáralegt. Þið finnst það alveg augljóst að þetta var eftirherma af Trump? Já, 100%. Það er bara hvernig svona beiti munnunum og með tennurnar og hárið og allt það. En Trump sjálfur er svo fáralegur að sko grínistar eiga í mjög miklu erfiðleikum með að ná einhverju tökum á honum og gera alvöru satiru því að hann er sjálfur miklu meiri satira heldur en
og þetta Saturday Night Live að ströggla við þetta hægri vinstri og svo í þessari mynd mér fannst þetta ekki að vera eitthvað svona svakalega góð leið hjá þeim að gera þetta því að hefði þetta getið staðið betur bara án þess að vera með þess að augljósu vísun einhvern veginn í Trump sem að var alltaf að einhvern veginn að takað úr myndinu já, alltaf minna mig bara á Trump skilur þú veist, ég veit það ekki þetta er svolítið alveg punkturinn mjög áhugur punktur þetta er náttúrulega bara, þetta er bókmyndafræði punkturinn sem ég oft kom með þetta, það er ekki hægt að parodera parodíu sko, og Trump er náttúrulega bara einhvern veginn, fullkominn Já, og þess vegna líka finnst mér ádeilan kannski pínu missa marks að því að hún er aðeins svo mikið út allt og ég er ekki alveg með það að hreinu sko, hvað eru þeir að gera þarna á þessari plantu hérna að þetta er svona allt sett í eitt bóks sko, allt það sem er á móti og ég er visslega á móti en þetta er bara allt einhvern veginn að dæmt á mann sko, hún Toni Collette, hún vil búa til kjötsósu úr íbúunum þar sem að er einhvers konar dýr en það er samt alveg auka það er bara þess að gleðja Mark Ruffalo sem er alveg kallir Mark Ruffalo, hann er annars vegar eitthvað svona trúarleiðtogi en hann er líka svona raunveruleika sjónvarpsgúrú og þú veist, ég vildi ekki sagt að þetta var ótrúverði persóna en hann er ekki lengur en þetta er svona mikið, þetta er bara allt sem við erum á móti, og síðan er náttúrulega líka þetta rasistar, við erum á móti rasistum og kjötáti og kapitalisma og trúar ofta ekki, en þetta er nú bara öllum dæmt á mann svona án þess að sko til dæmis bara fyrirmyndans hans Bong sem er náttúrulega nafn sem allir bandarískir háskólanemar getur verið ánægði með þá þessi Snowpiercer, þar er þetta bara mjög strömlínulaga lest, við sjáum metafóruna, þetta er sko þannig stéttaskipting, ríka fólki fremst, fátæka fólki aftast og þú veist, hún er bara rennur svona þægilega áfram, en myndin er svolítið mikið út allt sko, og bara stjalla hluðana fram sko. Já, og svo, mér fannst það bara svolítið kaotísk sko, og rosalega mikið í gangi og oft alveg alltaf bara drepfinnar og hilaríu senur, en svona hvert ert að fara sko, ég veit það ekki þannig að það var alveg að skemmta sig vel yfir þessu og svona hann er svolítið flinkur, hann er svona sjönru upp á snúari sko, frumbyggjarnir sem er einhverju svona asnalegir ormar sem er svolítið eins og tremors í Láðfeldi sko. Mér átti mjög vænt þá Já, en þeir náttúrulega, þá ertu svona stefið er svona, ok, við erum komin í svona hrylling, eitthvað alien sagast undir klett og þá kemur skrýmsl út sko. En þá er þið bara ógeðslega góður, mikil krút sko. Þannig að hann misnotar sko væntingamanns og þann gagnagrunn sem maður hefur sko, bara að veita svona, er þetta svona mynd? Nei, þetta er ekki svona mynd. Myndum við svolítið sko þetta líka að því hann er alltaf að deyja og prenta hann út sko, svona Groundhog Day feelingur í þessu. Og svo líka myndum við bara Fifth Element, þannig að Luke Besson, það sem að var eitthvað út í geimi, það var allt bara svona call crazy sko. Já, en mér fannst bara sko tónnin í Fifth Element er skýrari Já. Crazy og svolítið fyndið en sko það er henni búa alveg ótal margar góðar myndir í Mickey 17 það bara tekst ekki að draga einhverja eina þeirra fram að því þetta er allt finnst mér eitthvað sem maður hefur svolítið séð áður og oftast betur faktist og þannig að þetta með sko að fjölfalda manneskju og sem minningar, þetta er náttúrulega óbúslega áhugaverð og svona áheimsbílega hugmynd svo sem, en mér hefði alltaf bara betur gert í Moon með honum eftir hann Bowie Junior sem að þetta er, það er bara lásin mynd sem einn mann á túninu og vinnum miklu betur með þetta þema, finnst mér sko. Já, ég sko þættinum bara skilabóðum daginn frá diggum hlustanda sem að sagðist það að vera að fatta þetta er einmitt áldi eins og hann hafi verið 17 ára þegar hann skrifaði þetta segir hann hann Bong það er rosalega, já, það er alltaf gerast einhvern veginn og svona hann að veit ekki. En þetta er byggt á bóka, það ekki? Jú, sem að heitir Mickey 7 hann hefur bætt 10 mikkum við Ok. En já, einmitt eins og Valur segir gert áður og eiginlega það er svona sko höfða mest til mín, það var alltaf bara einmitt gamla góða sko tvífaraminni sko því að það er prentaður númer 18 á þess að 17 hafi drepist sko og hann er bara einhvern veginn bara svolítið svona mín motherfucker sko hann er allt öðruvísi og þá var þetta bara svona þeir eru að tala saman að rífa sko, það var þetta svona bara eintal sálarinn við sjálfa sig sko svona innri átök, já ég náði því, ég skildi það, já ok þetta er Dr. Jekyll and Mr. Hyde Mér fannst Robert Pattinson allan hann virðist skemmt að þér ekkert eðla vel í sér hann alltaf
heldur upp í myndinni og gerir það alveg vel sko og svona þú veist þessir heima, hvernig hann tala svona ótrúlega þetta Steve Buscemi í Fargo það málið sem mjög svona viltur referensi á maður fari sko en hérna það rosalegt svona sammálega flest sem kom fram að því að að því þú sér trailerinn sko og svona býst við ykkur ákveðnu og kemur hann inn en svo einhvern veginn svona deliver hann aldrei á það og einhvern veginn svona alltaf upptekin að því að segja einhverja astara sögu einhvern veginn fyrst mann á að vera fókusar og svona mikið að fókusar á að koma einhverju átil til skila að mér finnst einhvern veginn svona saga og frammynda tínast einhvern veginn á meðan maður svona hætti að vera spenntur manni var svona nánast orðið svona eiginlega sama hvað var að fara að gerast að því einhvern veginn í lokin sko svona einhver tilfinning sem maður fær núna Emil, þegar ég segja sko þá hafði ég hafði aldrei tilfinningu í lokin á þess að mynda að þetta myndi enda eitthvað illa sko ég held að einhvern veginn alltaf þetta myndi bara fara vel sko og fyrir svona dystopíu þá ámærlega að trúa því ólíkt öðrum hasamyndum að það getur enda illa og það sé einhver punktur sko og það kannski þetta ekki bara svona jákvæðasti svona tónnin í þessum mynd hann hvað ekki gerst 8 myndir það er eitthvað svona myrkt yfir þessu svona hjá honum Já, það líka með, sko, dystopían bara allt og jákvæð af því að í lokin þegar að eina þessar hann er að spila út þá segja mennir í kringum hann herðu, hann nú að brjóta reglunar við vorum að gera eitthvað í þessu meðan við vitum að með raunverulega köld og raunverulega eina þessar stjórnum en þá náttúrulega aldrei í kring meðvirkir Einmitt, það er frábær punktur það komið svo skyndilega allt í einu fór hópur á skipinu að snúa svona gegn þeim, snúast gegn honum og konunars. Þeir eru búin að vera algjörlega undir hans stjórn hvað lengi faraðan út í game og hann láta ekkert að þessu fá sko, þeir sé að geta einhverja drullu meðan hann að geta eitthvað steikur sko, og síðan allt í náttúrulega, nú komið bara, hann var svona hendugt fyrir handriði sko, á þessum tímamóti það er frábær punkt sko, þegar mér fannst þetta frábær mynd sko. ég var bara, ég var náttúrulega ekkert að hugsa hana, ég sá engan trailer, ég vissi ekki neitt fór bara á hana, horfði upp á þessu atriði og ég var svona, hvað þessi mynd og hann eitthvað, hér ég að fara að deyja eitthvað svona, og svo deyr hann ekki sko mér finnst það allt svo skemmtilegt sko, þetta kom mér allt svona óvart sko, ég heyrst þetta víðar með trailerin hafi einhvern veginn bara gefið fólki eitthvað mjög svona væntingar sem ekki neina samræðan við þessum mynd ég sá ekki hann trailer sko ég myndi bara ekki deyja nú oft sko en þeir aukaðum 10 og þetta mikki sko 27 eða 77 og þetta er meira svartur húmor eða það sem er kannski svona skemmtilega svona fylgjast með að byrja með þá svona hvað fólk var svona casual og kærulaust gagnvart þessu ferli að vera klóna mannesku prentana veist, það bara hann einhvern veginn að leka prentana veist, það var allt svoleiðis allt þetta sáfílingur fannst mér ógeðslega góður til að byrja með og maður var svona og að því sögðu sem ég er búin að segja mér finnst þetta fín mynd hann, veist, og hún er alls ekki léleg við bara svona það er kannski einhver svona vonbrigði með að hún hafi ekki verið meira því mér eftir við erum góður mér varst allt lofa ógeðslega góðu en svo einhvern veginn svona líður mér eins og þau að einhvern veginn við verðum að make a statement við verðum einhvern veginn að láta þetta tala inn í tíðarandan og týnt sér kannski í því ég veit ekki, það var svona ég hef aðeins að skoða viðbrönd sem kemur náttúrulega eftir Parasite sem að sem að náttúrulega svolítið sem er alltaf samlega stórkostlega og það spyrir svona hversu miklu vonbrigðum fólk verið fyrir með þessa mynd sko en það er náttúrulega líka því væntingastöðlun er mjög hár þannig að við mátt ekki glemma því og fólk skiptir kannski aðeins í tvennt eftir hvort það sé að fíla fyrri helmingin eða seinni helmingin betur sko og ég veit alveg hvar ég stend þar af því að mér finnst fyrri helmingu myndinar áhugaverður, þetta getur farið í ótal áttir og síðan þegar maður heldur þetta, núna er þetta að fara að gerast þegar að sko tvífarinn mætir þá finnst mér þeir missa boltan alveg sko að þú veist, þetta tvífarinn mættur þarna og hann er farin að sofa kærastuna og það útistækifæri mikið grín eða drama eða hvað sem er sko, eða spennu að þeir kemur ljósa það er dauðadómur að vera tífari en í staðin á þessum myndin bara alveg hoppa yfir hákallin þegar að hann sko töffara mikið átján ákveður bara að fara að skjóta vondakallin og þá fer bara í gang einhver svona meiri svona hasar rulla sem ég veist svona nána sviku fyrir þetta eða allan hefði getað farið í ótal fleiri áhugaverðar áttir Já, líka svona með ekkert mjög vel undirbyggt að mikið átján allt í hennu bara ákveður að gerast svona hetja sko ekki að pæla bara í eigin hag og tóra sem lengst sko, bara að fara
redda öllu sko. Já, þar finnst mér kannski sko, heimspekilega mangandi vanta því að ef þú alltaf með söm minningar búin til aftur og aftur akkur hann þá með svona marga mismunandi persónur mér finnst það frekar að sína eitthvað rekst utan í vélina þegar það var endur prentan og þá verður hann rosalega reiður eða eitthvað svona aðeins útskýra akkur hann verður með marga mismunandi persónuleika Já, þetta minnst að frábæð punktur það, þú veist, það voru svo margi möguleikar þegar kemur ljósa þeir eru tvífara og ég bara svona, ég mani mitt mér fannst líka atrið þarna þegar hann er í þessi matarbúið þarna hjá þeim hjónum, mér fannst það mjög skemmtilegt Já, það er lucky winner, hvað var einu sinni í mánuði var eitt landni með dregin út og fekk að fara í dinner til Ruffalo og Toni Collette einmitt sem alltaf, mjög sjúkt par einmitt, what are you doing, not on the carpet Já, það var helviti gott sem ég myndi að vera betra ef bara Ruffalo hefði ekki verið og Toni Collette var bara áhugaverið skúrku sem vist ekki í bókinu, hún alveg til að skrifa inn í Já, hún var náttúrulega kannski eins og fyrirmyndin Trump virkar svolítið svona heimskur og hún svona meira eitthvað Lady Macbeth alltaf svona kvíslandi eitthvað í eirað og svona eða meiri villen sko en hann var náttúrulega alveg over the top Mark Ruffalo, mér finnst hann bara svo skemmtilega leikari alveg gaman á hann sko. En já, Pattison alveg að gera þetta sko, hann keyrir heldur þessu uppi Hvað hefði, þú veist, svona gert þetta skýrara þessari mynd, þú veist, hefði þurft að draga bara úr, beða Mark Ruffalo að vera ekki þú veist, Trump þetta Trump-dæmi og augljóst eða, þú veist, hvað Þú veist, að því þessi sko vísun skilur hún á heima svo víða og þú veist hvað er að skemma marga myndir skilur með því að vera svona augljós í ádeli þú veist eins og bara ef að Star Wars ef að svartiði væri að tala svo Trump og keisarinn væri svo Putin skilur þú veist þú er bara I get it skilur þú veist að því nú sá ég aðra mynd líka sko í síðustu viku sömu viku ég sá þessa mynd Captain America 4 Brave New World þar var líka svona Trump-ádela sko þar var forsetinn sko Harrison Ford líka svona óþægilegur, svona óvinsall forseti og svona, þú veist, það var Já, hann var náttúrulega ekki bumbling idiot Nei, en það var samtalað að þetta væri svona einhvers konar Trump-ádela sko. Trump er bara allstað Já, hann er líka bara svo fyrirhörmikli, ég held að þú veist, við sjáum hann bara í öllu bara þá, mjög velt að bara villinni með ykkur smá fasíska tendensa hann komið Já, Bong var eitthvað reyna að afsaka sem með því að segja, sko, eftir því sem að þetta mismundi landa þá sjá menn alltaf mismunandi einhvern svona hægri í Mark Ruffalo sko. Ef við varum ekki svona amerikanisir getur kannski einhver sagt hann er bara alveg svo Sigmundur Davíð eða eitthvað sko, eða staðfara sko þannig Kim Jong En þetta ekki líka bara að menn eru svolítið hrætti við hann að þetta er svo með sko, hann afneitar þetta sér Trump eftir hann og, þú veist, og ég veit að Disney er búin að vera í einhverju vesinni sko, út af hvað var aftur ESPN út af George, hvað heitir hann Apocalypse eða mann ekki það var eitthvað svaka vesinn þar Trump ákvað hótaði intervína og þeir bara gáðu alveg eftir sko þannig að menn er alveg smá smekir við hann líka sko og þetta er náttúrulega multi-billion-dollara fyrirtæki sko þannig að þau eru kannski ekkert að fara að grínast neitt í því Nei, þetta er líka alveg ástæðlis að vera svolítið smeku við hann, þetta er náttúrulega svo hefnigjarnt og langræki kvikindi sko og ræður allir bara, sem bara frétt í dag Mel Gibson var að fá byssuleyfi sitt áttur Já, ég veit hann var misti byssuleyfi eftir einhvern trilling, 2011 eitthvað, svo bara, ég er Trump supporter sko, og bara konu greiði sem að neita honum á skrifstofunum og búið að reka hana Hollywood nötrar á 8, nú er Mel Gibson búin að byssuleyfi og er yfirlýstu Trump-stuðningsmenn En hvað er svona uppáhaldsatriði ykkur í þessari mynd? Eitthvað hann eða? Ég myndi segja, fyrir mitt liti er sko þegar er að rifja upp sko öll þessi fyrirskipti sem var búið prentar sko aftur, það ég alveg seldur sko mér varst það langskemmtilegast allan að ég spáði aldrei hvað tímanu leið eða hvað var í gangi, ég var bara inn í myndinni þá þannig að ég myndi segja þegar hann var að detta á gólfu að þau voru ekkert að huga að hann er að koma út senda hann út sko, taka djúpan anda það var í geimbúning og líka sko, en það er eitt synsbáði að þú ert með það þróa samfélag að það getur 3D-prenta mannveru en það getur ekki sendt mæli út í atmosfæri til að mæli bara sér eitrar sko, það er betra að setja 3D-prenta manneskjarn út sko þú veist það nákvæmlega það er ekki líka bara svo gaman að koma fram við manneskinu gæslappa bara sem rusl sko bara hjálpaði mér, nei, þetta er alltaf að það verður komin nýr þú á morgun En þú alveg, þú er eitthvað uppáhaldsennu?
Ég veit það ekki, ég er svolítið sammála samt þessu að við hefðum einhvern veginn þurft bara fleiri svona atriði þar sem að það er meira unnið með þetta og hvað áhrif þetta og hvernig hann breytist og og kannski gera meira mögulega bara grín reyndubint úr þessum endalösu döðdögum en mér finnst kannski nöðslega að koma af það er annan nefnilega mótífanna sem er undir en heldur gengur ekki alveg það er ástarsagan og nú er maður bara guðslefandi fegin að svo fólk sofa hjá í bíó það er bara vinir sko það er alls bara gamlu brýnin George Clooney og Julia Roberts sem eiga að vera að þessu sko en mér finnst meira að segja það svolítið klúðuslegt því að kemur í ljós að kynlíf er ekki vel séð það brennur á mörgum kaloríum og bara sóun á orku en samt eru allar konunar borð svona rosalega spenntar fyrir Robert Pattinson sko. sem er sko auðli já, ég stíl svolítið líka sexy vampirinn og Twilight en það kemur ekkert í ljós að það er að enda séð Twilight og þetta er bara svona vundur lingum, þetta er bara horfa hvort annað í salin og þá sko einhvern stekkur hann á hann og síðan verður þetta svona hálf hjartnæmt samband þar sem hún vill vera með hann og stundum og deyr án þess að það sé undirbyggt af því að maður vildi vilja vita sko að geimskipa sem allir eru fasti saman það er kannski bara gott að einhvern svona disposable lover sem losnar alltaf við en við fyrir ekkert í það við erum rosalega ástfangin strax og Einmitt, ég bæði þó að þú veit að hann er svona expendable það kemur aldrei upp, það er aldrei eitthvað svona dæmi á milli þeirra, eitthvað svona býtni nú er ekki erfitt að vera með svona manneski? Jú, er ekki pínu erfitt að horfa kærastöðin deyja á hverjum degi en hún samt velur þennangur og ekki nóg með það, hún velur þennangur heldur síðan líka hinn heitast að gælunum borð hún er líka hún vildi einmitt, ég tók þetta því það var önnur mjög heit gæla, hún vildi líka vera með hún Þetta er nefnilega mjög góð punktur með að hlutin sé ekki alveg eitthvað sérstaklega vel undirbyggðir og þá verður manni svo miklu meira sama eins og í lokin þegar hann á ít á takkan það búið að vera eitthvað ít á takkan og mamma dó svona er hann eitthvað smeyku við ít á takkan í lokin og maður er bara svona það er svo lítið búið að gera úr þessu að maður er bara eiginlega ítti bara takkan vinnur skilur það er ekki svo þessi flokki sko það er enda frábæð punktu þegar ég segja þá ég var bara hann er asnin, leðilegi Mikki 18 er að fara að fórna þér flott en ég vel með það mér fannst þetta mjög fallegt samband milli þeirra, en eins og Valur segir sko, það var ekki af hverju sko svo kemur hún fram ykkur í samtali sko að þeir hafa verið eitthvað mismunandi sem ykkar sko og hún sagði sko 8 var svolítið grenjugjarn og 9 sko þannig að hún var búin að greinilega taka allar útgáfur á hún sko alltaf jafn bara ástofangin sko en það var svona töff típa og það var einhver góður hermaður þessi gæla sko. Einmitt, þetta minnum mig líka bara það var samt einhver baksaga þarna með að hann misti mömmu sinni í bílslisi og hélt að hann hefði gert það með að íta okkur takka hann fekk að sitja fram í fínlítill og ítir okkur draugan takka og mamma hann deyr í bílslisi og þetta er ekki bara Tesla bara skamhlaup í rafgeiminum og bara búm ég var endur að sko, í bókinni sem að kurreindar ekki endilega betri. Þar kemur ljós að hún er sjálflega innflytjendættum sem að útskýra einhvern betur akkur hún sé að snýsta móti kerfinu sem að hún er raunlega hermaður að lögga fyrir sko. Það vantar svolítið. En já, þetta manni fannst sko ég er jafnvel veltað fyrir mér hvort að myndin er betri ef við höfum bara séð allt frá hennar sjónarhól. Séð alltaf mikið sem ekki utanfrá sko og bara hvernig hún verður kannski smá meira og kannski byrjar með því alltaf að nota bara sem svona disposable elsku en verður kannski smá meira ástfangin og fer síðan að lifa sem meira inn í og þú veist, maður hugsa maður til dæmis Time Traveler's Wife veit ekki hvort þið lásið að sáu hana það var þetta skemmtilegt svona tvist á tímaflakksspelningunni hvað er erfitt að vera ástfangin af manni sem er ekki fastur í tíma þetta er alltaf, og við sjáum það frá sjónarhóli sko utanfrá frekar til náfrá þannig að þú veist, það, ég myndi sjálf að endur skrifa hana þannig það er mjög áhört það meika sens sko þegar þú segir það sko
Svo líka, þetta er bara svolítið svona grótest skrýmsli þessi mynd, hún ju svo margar áttir sko og maður alltaf með sitt ADHD og bara, já, byrju hvað, já, ok þetta fyndið. Ég hélt með þetta frábær mynd sko. Já, hún lísti því yfir í síðasta þetta. Já, ég sagði það bara. Já, svo líka sko, einhvern veginn ávonu erfileikum með að leysa þetta sko og þetta fer bara í eitthvað svona skrýpa og karnival sko, myndum við svolítið álíka þessu substance nema, það farið algjörlega over the top í einhverju gróteskri ógeðsvitlisunum að það virkar og það einhvern veginn kemur í rökréttu framhaldi en þarna bara leysist allt upp í eitthvað svona karnival eitthvað, haha. Já, líka þessi metafóra að mannkynið eru nýlendu herrar sem leggja undir sig annar lífur aðra plánetu en Avatar fjallar öllum það og langbesta útgáfan af þessu stórkvæsla Starship Troopers sem bara svona fasískur áróður fyrir því að við verðum að fara og drepa á sem öðruvísi en það sem myndin treysti til að fatta sko subtextina, þú verður að horfa framhjá því, það verður að gera grína því sem við verðum að segja og það ekkert allir sem föttið Starship Troopers en það floppaða mig en það mynd sem treystir ándur sem þessi bara sjáðu, rasistar eru vondir og kapitalistar eru vondir og allt það sko, þannig að það er svona ádeilar yfir sig eða Já, má segja það sko. Og það er leiðandi kannski mér svolítið margs að því að hún veit það að áhörundinni fyrirfram sammála því sem hún að segja og ef hann ekki þá mun hún sennilega ekki virka sko. Með Starship Troopers kemur 1997 og hún fjallar stríði gegn hryðjuverkum bara lið fyrir lið eins og það gerist 4 árum síðar þegar allir eiga núna að vera á móti hinum sko. Já, það góð mynd. Ég hef ekki séð hana, galið. Það galið. Starship Troopers sko, ég var náttúrulega of ungur til að átta mig á þetta væri, ádela. Ég man bara, vorum, hvernig 96-7 eða? Já, 96. Og það var bara, strákarnir í skólanum bara, þetta besta mynd sem að ég hef séð, sko. Bara, þetta svo geggjar hasar, eitthvað svona. Já, það virkar bara líka þannig. Svo bara þegar maður fer að heimsækja það aftur, sko, fullorðsári, þá var maður bara svona, já, ok, að því þetta þótti svo lélegt af fólki sem að fattaði ekki það held bara að þetta væri bara ömurlegast að hasa með söguna sko. Þetta satt ég voru náttúrulega svona flott nasista búningum og svona, hvað hérna ekki Kasper Van Dien aðal gæinn sko, svo var Dennis Richards og sagan að Paul Verhoeven hann hafi svo ekki sagt honum að þetta væri ádela hann leik þetta vist bara alveg straight hann vildi að myndi leika þetta alveg straight og hann fekk ekki að vita þetta og hann var en það kannski átt hann ekkert eitthvað glæstan feril eftir Nei, hann minna að fara upp fyrir hún Nei, hvað 97 ég hafi hort á hana 3 svar frá ég sá hana fyrst og hún verður bara alltaf betur eftir sem ég verð eldri sko, eða hvernig maður svona En svona absúrt grínið verður líka raunverulegra sko það er svo það Þegar pötunum bæði við settu kannan þá erum við bara náttúrulega að komast í Starship Troopers Þetta samt eins og þú veist að segja í síðasta þætti sko með Captain America, Brave New World hvað, þú veist útskýringar og exposition sko út allt í þeirri mynd það bara, það ekki nóg með það þessi útskýri sögutráðin heldur líka við verðum að fara að þessu húsi nú erum við í þessu húsi þú veist ég held að þessi sko Mickey 17 sé sko diet útgána þessu en þeir myndu aldrei leyfa í dag held ég að gera Starship Troopers með svona subversive boðskap sko þú veist það bara að ég sé það ekki fyrir sko Nei, þetta kannski í Captain America, þetta svona kannski Disney-effektir, hvað var einhver nýju Star Wars myndunum, Gleason-gaurinn, var svikarinn og svo, ég er svikarinn! Ok, got it! En Biggi, þú komst nú frábæran punktum með þetta, þegar þú náttúrulega hlustar á 2 tónum. Það er náttúrulega frábært að vera með hlustendina. Var hann hlustendavelun? Já, hann var hlustendavelun fyrir það. Þú veist að þetta er náttúrulega við lifum á öld streymis í mánuðinni sem farið pinnir með tóta að við lifum á öld streymis veitunar, þú veist, það sem fólk bara að horfa bara í símanum, ekki með fulla athygli á skjánum, þannig að kannski þetta bara nauðsynlegt að Captain America í þeirri mynd sé bara alltaf þetta að gerast núna þess vegna gerist þetta, þú veist, alltaf útskýra og líka, þú veist, menn að tala um þetta þessi krafa frá streymisveitum, sko, að það sé bara vera aðstoða áheyrandan, þú veist, horfandan við að horfa myndina, þú veist, þú heyrir alltaf hvað í gangi, þú veist, skilur við, það alltaf verið að útskýra fyrir hvað að fara að gerast, alltaf útskýra fyrir hvar þú ert, það er bara maður veit ekki hvort þetta sé að fara þróast algjörlega í þessa átt, sko, en ég finn alveg sjálfur, sko, að maður að horfa eitthvað gamla mynd, sko, þú veist, þú verður bara að horfa á skjánum, en
svo ertu að horfa okkar þætti í dag sko, þú getur alveg verið í símanum bara á TikTok og meðan sko það bara það sem ég gerir, þú horfa á White Lotus 3 og ég bara eitthvað á meðan í símanum sko, Facebook og þess vegna horfa ég alltaf á myndinum í bíó að því þar athyglan algjör, þetta er heilugur stund sko. Ég algjörlega upplýta þegar ég fór á Star Wars bara, þú veist, New Hope og Empire Strikes Back í bíó, ég hafði aldrei séð þessar myndir í bíó og ég sá það bara allt öðruvísi sko, bara í alvörunni, þó ég hafi séð þær milljón sinnum, algjör Star Wars nörd og bara elska þessar myndir, ég hafði aldrei séð þær eins og í bíó sko. Nei, ég bara líka fór að sjá Godfather fyrir nokkrum árum sem maður veit að sé marga oft en ekki bíó því að maður fattar leikin og samtalen og allt þetta, maður fattar ekki bara hvað myndin sjálf er falleg sko og maður sjá hann í bíó. Ég mynd bara séð Godfather í síma sko. Já, ok. Ég er ekki að tjóka sko. Það er ekki tjók en það er eitt sem ég fílaði við mikið 17 geimverurnar. Nú, það var svona frábær sért. Já, sko, ég veit að ég er svo meður geimverurnar. Ég elska þessa geimverur. Bara mér þótti vænt þar. Og þessi mema geimvera með augað, svo þegar augað kemur ljós, frábært. Já, mér fannst það voða var svona það voru ekki plain og hlutlausar sko, en þú veist það vantaði samt eitthvað quality við það til að gera spennandi eða ekki? Jú, kannski. En þú fílaði lukkið á þeim? Ég fílaði lukkið á þeim og ég fílaði líka bara að mér þótti vænt þessu geimveru sko. Þegar hún sker hana halan af litla geimverubarninu, ég fann það sko. Þetta var mjög sympatetisk veru sko, en mér fannst alveg góðu punktur þegar þeir eru að draga hann út sko úr hellinum að ég verð bara að segja, ég kveikt ekki að þau var að bjargunum sko, eða skilunum öllu heldur, þannig að mér fannst það alveg ágætis tvist á þær sko. Einmitt. Já, þær hafa það með sér að gera tvennt, þær eru annars vegar mjög ógeðslegar sko. Já. Það er alveg bara svona game alien monster sko. Já, en ef nú hefum við þá þær, og þú veist, svo sem lítur svolítið svo buffalóar sem nú kannski í vísunni sko, vilt að vestrið eða þeim að slatra. Maður er með svo margt annað því að byrstan álega að byrja með og síðan koma þær undir lokin og þá að maður hafa rosalega saman með þeim, en það er sko samt og síðan er náttúrulega litlu strákunni sem heita Pogo og Logo eða eitthvað svona og þú veist já og síðan er sko siðferður auga fyrir eiga, tönn fyrir tönn þið drápuð einn á okkar, þá voru við að drepa þið sjálfur að drepa einn á ykkar og þannig einhvern jafnast út, þannig að já, ég veit sjálfur svona ég veit alveg þessi semminningarna virkar sko. Nei, það er ekki sjálflega sympatísk sko, þegar þú segir það sjálfur sér auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Nei. Já, líka, já, ok, við drafum barn hjá ykkur, en við drefum versta gæjan á okkar hérna, þá bara even. Og svo kemur ljósa, það er náttúrulega lug, það kemur ljósa þarna í lokin, það er blöfðu. Og það voru ekkert með þessa hæfileika sem það er, sögðust það. Það var svolítið svona Disney-endi þegar í pæli, þeir eru þarna saman í hellinum og það er allt orðið gott og allt er gott sem þetta vel og byrja að spretta gras og svona alltaf koma Já, og talandi nýlendastöfnu þá er þetta svolítið sko, það er breytt vondigur og ef þessi vondigur er ekki þá er þetta allt saman alltaf lægi en þarna er þetta sko óbúslega hrjóstru íspláneta með örgulega óbúslega takmörkum öðurlindum en nú ætla allir bara að lifa saman sátt og samlindi og gembuðfólöðunir alltaf deila sínu með mannkinnu sem kemur inn með offorsi og allir lifa hamingjusamum þegar hér eftir sko sagan virkar ekki alltaf þannig sko. Nei, þegar þú segir það hljómar eins og geti ekki verið þannig reyndur áverð að plánundum heiti Niflheimur þetta er svona að fyndi hvað sko norræn goðafræði og bara íslenska þjóðsögur aðeins farin að renna inn í Hollywood mainstreamið ég veit ekki hvort þið sjáu þá vannmetnum mynd Red One fyrir jól það er bara mætt gríla sko og gott ef Leppalúð er ekki líka Heyri, einmitt, við höfum ekki talað það töluðu eitthvað það ég var alltaf einhvern veginn á leiðin ég ætlaði að skrifa ykkur frétta vísum að gríla væri í þessara mynd svo gerði það ekki sko Svo vorum við með sér þáttum jólamyndina það sem var bara Hallmarkmyndin það var íslensku Hallmarkmyndina Já, það er gaman að því En samt Valur, þú deildir grein af New Yorker á Facebook daginn og þessum sem ég fattaði upp á að heyri ég sko og ég gat nú ekki að opna hana það var eitthvað adblocker og eitthvað bla bla en ég gat lesið bara eingangin en það er semst, að tala um þetta sé einhvern veginn það bara taldur upp allar myndina sem voru held í Óskarnum sko, Substance, Anora, Emilia Perez þetta er allt orðið svona einhvern veginn in your face Það er ekkert gefið í skín en þetta er bara alltaf bara því tróðið ofan í því sko. Já.
Emil Peris bara öll lögin sem eru sungin það bara ég þarf að fá mér tippi eða nýja píku Er þetta ekki svolítið það sem við vorum að tala mjög mikið með bara hérna það er bara streymisveitu öldin það má ekki láta þau mögulega þurfa að hafa aðeins fyrir því sko að hugsa eða bara pæla eitthvað sjálfur sko Já, og þú veist smá náttúrulega svona þú veist vel þessi lið og allt það við erum í þessu lið og hvað finnst þetta Substance reyndar finnst mér gera þetta best Já, alveg, tímanlega Já, að því kannski skilabóðin eru svo skýma eða metaforin svo augljós og en samt finnst mér hún miklu betri þegar sko Demi Moore á leiðin á date með einhverju gaur sem hún ekkert rosalega spennt fyrir en samt spennt fyrir að fara á date og hún síðan að bera saman við yngri útgáð samlega sér og endan þá bara fríkar út og getur ekki farið á date sko þetta var eitthvað sem að snerti mann miklu frekar en þessi splatter endir sem að hefði sjálfur sér alveg mútt missa sín en mér varst samt ekkert stjæma fyrir sko en þú veist það er svona Nei, eins Outrageous hún var eitthvað þá kom hún ekkert alveg á skjön eitthvað já, ok, þetta innan þessa ramma þá, ok Já, ég held alveg þræði kannski sem að mikið Sko, áður en við klárum hann mikið 17 umræðan, ég kannski bara svona, mér langaði svo mikið að halda með þessari mynd út af því að þú veist, maður sér aldrei neitt frumlegt í bíó Já, þetta kannski punktur Nú varst ekki að sjá Substance? Jú, fyrir utan En þetta kannski punktur sem ég vildi koma á fannst kannski ég meira heima í þeim súmurum kannski myndinu upp að, þú veist það svo mikið af rusli þarna úti sem að fara í bíó og svona myndir fá oftast ekki svona stórt release Nei. Þannig að maður vill rosalega mikið halda með þessari mynd og maður vonar rosalega mikið að henni gangi vel þannig að það kannski verði aftur, þú veist, jarfiðu fyrir að svona myndir í rauninni fái budgetið og tíma sem að þurfa kannski til að í rauninni bara vera bara vel og gerðar sko, þú veist, þú horfir á Snowpiercer hræðileg framleiðslugæði þú veist, og myndin líður basically fyrir, það er góð saga og allt það þú veist, ímyndaði bara ef að Mickey 17 hefði ekki haft þetta production value skilur þannig að maður ekkert vonar að henni gangi vel þó að fyrstu tölur bæði ekki til þess sko Það er þannig, fyrstu, ég hef ekkert fyrst með það ekki góður Það er svona bara lala ekki gott Ég var finnst Bjartsins spár benda til þess að hún gæti komið út á sléttu en það er En já, þetta er alveg rétt sko, þegar maður heyrir líka sko umræðan að þannig að það vilja henni allir vel en hún samt ekki jafngóð og flestir vilja. En það sem líka sorglega það að millistéttin að þurrkast út, þú ert enda með þessar risastóru Hollywood myndir sem allan fyrir nokkrum árum síðan voru alltaf ofurðu myndir en hún kannski voru töluleikja myndir eða eitthvað þannig sem fyrir alla og líka ólíkt því sem maður var ekki kannski fyrst og fremst fyrir bandaríkjamenn heldur fyrir bara heiminn allan sem hefur kannski mismunandi menningar bakgrunn og þannig að það er alltaf verið að mikið in your face og síðan ennþá alltaf verið að gera góðar indie-myndir sem eru nánast kannski bara fyrir svona kvikmyndaháttið sörkvöldið en það er svona millistigsmyndir svona 70s bíó eða sér aðeins í sem eru með góðum leikurum og þú veist ágætlega gerðar en þurfu ekki að vera þú veist Jaws eða Star Wars og við fyrir áttu við það sko það er nefnilega miður ekki gerðar og það er svona og mann finnst líka stundum synd að þegar menn taka svona góða indie-leikstjóra eða erlenda þá flytja allir Hollywood þá fara henni að gera bara Hollywoodmyndir það sér ekki alveg það nú samt finnst mér svolítið í aðrunum sko en já bara það að skuli fá þetta budget og kannski réttlega að gera hvað sem er og veist, ef þetta er það gæða bíóið þá þú veist Er þetta ekki svona post-Oscars í rauninni bara tóm ávísun gera svo vilt sko og það sem maður svona fór að hugsa sko myndin nærði að vera 2,5 tími þetta 2 sko þú veist, ef hún bara verið undir 2 tímum sko, ég held að hún hefði orðið miklu þéttari og betri sko Já, þá hefði hann kannski neyðslis að finna eitthvað fókus eða setja fókus á eitthvað eins og í rauninni leifir mér að kalla epilog sko, það sem hann eitthvað að labba upp stigan og svo kemur Toni Collette og maður bara hvað Já, svona drauma senja í restina ég náði þess ekki sko Nei, en aftur sko, ef þetta hefði verið þemað sko, eitthvað svona algjört Kafka sko, þú veist ekki hvað er draumur, hvað er umveruleiki það hefði kannski gengið, en af því þetta kemur inn alveg út úr kúr sko, eiginlega það hefði ég freka viljað að kannski bara myndin hefði gerst öll borð í gameskipinu og kannski sleppa öllu þessu geimveru dæmi sem að mér finnst bara kannski aðeins svo mikið Avatar líka og hafa þetta meira svona klaustrofóbíst og þess vegna ég sjálfur sér ódýra því það voru endurlega mikið peningur í að gera þessum loka bardaðarna sem er en sem ég vísi aftur í Moon sem er alveg frábær mynd eftir Bobby Jr. Þú veist
það er verið að gera þessa mynd mjög vel bara í miklu minni rýmum að því að hún efniðurinn býður alveg upp á það svona klaustrofóbíska ganga sko. Já. En það náttúrulega þetta með Blanko Tjekkan líka eftir Óskarinn sko. Hann besta dæmi náttúrulega Michael Cimino sem að gera Deer Hunter og fekk Óskarinn það sko og þá fekk hann Blanko Tjekkan að gera Heaven's Gate sem bara almennt talið bara einn bara besta mynd ever sko. Og ógeðslega löng og ógeðslega stór og ógeðslega mikið leikur henni og hún tanka algjör, hún setti stúdíu á hausinn og hann var hálfur útlægi bara Hollywood sko. Fekk lítið að vinna næstu árin ára 10 sko. Já, sem vilja meina að hún hafi með drepið þessa svona New Hollywood 70 stemning þegar Hollywood myndina voru bestu myndina líka sko og Michael Cimino með henni skeitt bara í bland við náttúrulega Star Wars og allt það svona tortnindur. En hvernig verður þetta þá, þú veist, þetta er náttúrulega ómögulegt kannski fyrir ykkur að svara þessu, þú veist, ef að þessi mynd slær ekki í gegn og eitthvað, hvað fær þessi gæja að gera næst? Bung, Jón, hó hvað gera hann næst? Gera hann aðra Hollywood-myndu? Hann fer hann bara heim. Það gerir ekki þáttaröð á Apple Plus sko. En það er eitthvað frábært, er það ekki langlíklast? Það er að koma Parasite þáttaröð sem ég nú ekki vissum að sína þessilega sko. Já, ok. En hann getur alltaf farið aftur og gert mynd sem gerst í kóreuskum kjallara held ég, hann hefur svona verið að vera fram og tilbaka. En já, en það er synd kannski að Chris Nolan, hann er svona blanka tjekkskaur sem einhvern veginn verið alltaf valda því sko. Og Tarantino. Já. Það er svona helst þeir tveir ekki sem er eftir og það er svona auteur kannski hvað heitar hann að Damien Chazelle sem gerir La La Land sko svo gera First Man sem mér þótti geggjuð en henni gekk ekki vel og var lítið heyrt á hún síðan Þetta er harður bransi sko að þetta er svo svakalegur uppæðir sem þarf nú alltaf að gera myndir á svona stóru skala sko hvað $200 million eða eitthvað mér finnst það svo sökka leðileg hvað er erfitt fyrir bíómyndir að græða penningar það verður náttúrulega bara að skera niður það er svolítið að fá bara millistið þennan aftur og gera svona einsölda með Moon 2 í þriðaskipti Duncan Jones gerði þarna Source Code og Moon sem eru frábærar sko síðan fekk hann endarsappenning til að gera World of Warcraft hún flopp ekki að samlega og þá hann fær hann eiginlega ekki eins og halda áfram hitt hann að gera Moon 2 og 3 eða eitthvað þannig að ég veit ekki ég kannski halda lengur einhverjum mið svona standard eða þú veist en það er ekki hægt að vinna sem hægt rólega, það er bara indie-mynd eða reysa stökk upp í Hollywood-mynd það sem fyrir eitt sjens og ef hann klikkar þá ertu bara alveg búinn sko. Þessu ting, þannig að þú veist Sean Baker sem gera Anora og er alltaf að gera bara svona eitthvað sína eigi myndir einhvern veginn og svona mjög ánægð með það einhvern veginn þegar hann helt ræðina hann er núna bara vantanlega með bara gera það sem vilt en hann að gera næstu Jurassic Park eða gæti það verið en já, líka því þú veist er líka er einhverju listamanni er einhverju kvikmyndagerðarmanni eitthvað það holt að hafa ekkert taumhald skilur á honum þú veist, ég meina Martin Scorsese með handritað Irishman og það er þú veist, þeir bara segja nei, þetta er ekki séns, þetta er alltaf dýrt, þetta er alltaf langt, þetta er alltaf mikið, þá bara Netflix, herðu bara gera svo vilt og bara 4 tíma þú veist, í staðin fyrir þú veist úr með Wolf of Wall Street skilju þar sem einhvað tangarald á honum og það verður miklu betra þéttara en maður veldi fyrir sér ef maður fengi bara gera nákvæmlega það sem maður vildi þú veist, það ekki og það hann er náttúrulega samt nafn hann þarf ekki að establish nei, bara þó að þú sért Martin Scorsese bara glinda þessu mér finnst Irishman miklu betri en Irishman, já ok, fyrir ekki en líka því hún heldur áfram sko þessum allir myndir hætta þá heldur hún bara áfram í klukkundum með það er bara að vera eldri og einhvern veginn þessi samskipti það er bara frábært en sko það er ekki kannski bara vandinn að fá að gera það sem hún vilt þetta er líka að fá að gera það sem hún vilt innan Hollywood-terfin sem er aftur mjög þröngt sko þannig að þetta er svona meila vestu báðum heimum þú farið endur þess að pening endur þess að gera mynd sem er nákvæmlega eins og allar aðra myndir eiga að vera sko. Já, það er náttúrulega helvítis kengurinn alltaf ef eitthvað virkar þá þarf allir að gera það sama þú verður að hafa þetta svona en núna erum við að fara að fá fullt af svona kynlífsmyndum eins og Anora Já, maður spyr sig Já, þetta er áhugavert þetta er kannski árið sem að kynlífið kom aftur í bíó En munum það margir sjá Anora eða haldið það? Já, ég veit ekki sjálfsagt náttúrulega þessar styttur náttúrulega sjálfsagt trekja eitthvað en ekkert þannig þetta er náttúrulega Nei En ég held að Sean Baker sem náttúrulega núna algjör gull drengur sko Já fekk eiginlega öll velunana og sem að enginn hafði spáð Nei. Og þetta er ódýr mynd hann er náttúrulega mjög auðvelt að koma út í plúsi og gera ódýra mynd
Hvað, 6 milljónir, já, það er talan sem ég heyrði allan okay. Íslenskar? Nei. Já, íslenskar Nei Ég samt með lausnin á þessum áhyggjum þínum Oddur, eða við byggjum með þessu lausn bara horfa á gamalt Horfa á gamalt Hætta þetta nýja brum hann horfa bara á gamalt Það er svo fyndið, sko, maður alltaf að segja sko, þú veist, Óskarinn í ár, skilur við þetta nú gerð svo 94, sko, Perfection og Shawshank Redemption alltaf, svo fyrir að horfa á Parasite, sko, aðeins að fríska upp á mig fyrir þennan þátt, sko svo bara, hvað myndir voru þið tilnefndar það bara, þú veist, ok, ekki besta mynd í heimi, skiluru, en ég satt og horfði á hana bara 1917, skiluru, hörkumynd fannst mér, Once Upon a Time in Hollywood, skiluru, og shit, skiluru, og það var bara djöfull var þetta allt miklu betra en 2019 maður, en 2019 fannst mér allt vera bara Já, nákvæmlega Vá, þetta er stórmerkilegt erum við búin að segja allt sem við viljum segja mikið 17, eða einhverju móla sem við viljum hendi okkur, eða Robert Pattinson alltaf í mynd, frábær þekki engar leikar í þessar mynd held ég jú, fyrir utan Mark Ruffalo Já, Tony Collette af því að ég hef aldrei verið sérstaklega hrifin af þessum Pattinson en mér fannst hann mjög góður sko. Og mér fannst hann skemmtilegur hann fór ekki töðan á mér hann bara naut sér mjög vel en talandi sko, plánda heitir Nibl heimar eitthvað, og svo heitir forsetafrúin Tony Collette, hún heitir Ylva hvað er það? í mitt Ylva? Er hann ekki, ég held eitthvað ávarp einhverju kvikmyndahátíð á Íslandi hann kom hann var heiðursgestur í Summi já, hann var heiðursgestur í Summi ég held eitthvað ávarp, þannig að hann er eitthvað að hugsa Ísland já, þetta er kannski já, því að náttúrulega eins og við vitum þá náttúrulega er allt innu undanfættum 20 árum er allt innu kvikmynd að fara að gera fólk að fara að renna í gegnum Ísland sko, og einhverju hlut að grípa með sér The Attic Poems eða eitthvað sko, og einhverju jólasveina bók og síðan er þetta smá saman að sko, leka inn í þeirra hugarheim sko. Já, ég meina, hvernig ætlum að sjá eitthvað koma út af því að Tarantino og Íla Roth fóru og hitt Óla Ragnar á Bessastöðum það getur verið eitthvað það verður eitthvað geggjuminn sem kemur út af því svo nöyti eitt Thomas Turgoose sem hann bara titlar Bazooka Soldier þetta er hann var ógeðslegt svona krakka kvikindi í This is England svona frekar niðurdrömmandi British Thugs mynd sko og hann bara krakki sérstakri útliti sko veit ekki, hann var Bazooka-gaurinn í Mikki 17 alltaf að fara hann var alltaf, vissi ekki hvað hrú af skrimsmann átt að skjóta úr bazookunni sko og reyna að finna mömmuna og svo var hann í Eden-leik líka sem frábær hryllingsmynd með henni hvað heitir hún, Kelly Riley úr Yellowstone og Michael Fassbender par sem að fyrir í kósi í svona lautaferð bresku skói og þá koma svona British Thugs og það er þessi krakki Turgoose anstíkileg mynd, ógeðslega góð hljóma mjög vel hryllingsmynd samt áður, passaðu já, ég mun ekki þóra ára en taldum Michael Fassbender þá er einmitt að koma núna ég held þessi frumstil í dag já, ég held það Steven Soderbergh mynd og við getum verið mjög þakklátt fyrir að sjá að koma Steven Soderbergh mynd því að hann var hættur já, og hann allar hann þorir og reynir og gerir, skilur þannig að ég hveti alla kvikmynda unnundur að fara á þá mynd og við munum telja lítið hérna á Íslandi ég er að reyna að rífa þetta í gang sko. En ég meina Black Bag og þetta er Kate Blanchett og Fassbender og Pierce Brosnan þetta lítið mjög vel út á pappír sko. Frábært maður er að drifa sig að sjá hana Fassbender þar líka á því að halda að fara að koma í góðri mynd sko. Hann fór svo rosalega vel að stað og flottur hann í bjórkallarinn hjá Tarantino í Inglourious Basterds svo bara hvert floppið bara hann Snowman Joe Nesbø sem frábær spennusaga sko, glötumynd og náttúrulega svo var hann leigumorningin í Netflix-myndinni við vorum ekki hrifnir að því The Killer ég hérna það mér fannst þetta skemmtileg sko gott en það var reynda bara en ég skil alveg að fólki finnast dörrefleiðileg sko en mér fannst bara eitthvað svona það var eitthvað feelingur sem að ég náði en það segir ekkit endlum að hún sé en já, kannski aðeins bestu núti það sem er langt best við Mikki 17 er Robert Pattinson það er bara óumdelegt og jafnvel er hann ofgóður sko, hann fær eiginlega bara að gera allt og stíkir á hana en þú veist, í seinni tíð svona aðeins við hann þá
sko 70s og 70s þá var bara kvikmyndastjarnan aðalatrið sko, ef þetta var Robert Redford mynd eða eitthvað þá bara fekk hann að gera nokkuð það sem hann vildi og nokkur aðri Paul Newman og Tom Cruise stundum við svona síðasta kvikmyndastjarnan sem Tom Cruise mynd vörumerki, þú þarft ekki að vera með Superman eða Spiderman eitthvað, bara Tom Cruise nóg sko þetta virðist kannski vera deg, en samt með og menn þá með Brad Pitt og þessu gömlu en Robert Pattinson kannski nála því að vera bara kvikmyndastjarna okkar tíma sem að bæði Hollywood, þú veist, idol möttu til fylgir, en líka algjör indie-hetja, þú veist, og Lighthouse og þú veist, hann frá Lighthouse og Batman bara, ekki neitt hver, Timothy Chalamet sem nú sko, algjörlega það var helst hann einmitt já, en ég skil svolítið ekki hvað Tom Cruise getur haldið þetta út áratugum saman og trekja eins og leiðilegur hann sko. það alveg fyrirlegt það magna ekki bara, hann velur alltaf vehicles, hann, þú veist það bíllinn sem hann trekkir svolítið eins og bara Edge of Tomorrow skilur þú veist það var svona skómynd frábært koncept skilur sem að vel framkvæmt sko. Mission Impossible, hann náttúrulega sami karakterinn sama leikur sko en og nú bara að fara þetta í síðustu myndina í Mission Impossible allan þeir hóta því allan þetta er síðasta mynd 8 þetta er þrúand og fastnandi fjúri spæl ekki, sko, Jeremy Renner átt að grúma hann í að taka við sko, nú hann bara núna gamall og hérna hann fann að geta gengið aftur, hvernig fór þetta eftir Rennerinn? Já, eftir hann lendi hérna jú, eftir að snjóplórun fór yfir jú, hann mættur í tökur á meira þessu Major of Kingston nei. já, Major of Kingston já, einmitt þannig að hann verðist að hafa náðu undraverum nema þessi bara eitthvað prent erum við ekki bara geggjað þeirra? Erum við eitthvað sem þú ætti eftir að fara yfir? Nei, við erum bara kannski að halda eitthvað haga Rekus og Íslandi gerir okkur kleift að halda þessu gangandi með að skjóti yfir okkur skjólshúsi einmitt það er mikilvægt að minna það eitt sem ég ætla að skjóta inn, við rættum ekkert Steve Young sem að leikur skítælinn vinans sem að hann fer með hann sem að stingur í bakið hann var ljótið vinurinn sko. en nú eftir þá bara ekki alveg sko unnið með það að því að hann gerir alltaf að byrja með og síðan dúkkar hann aftur upp undir lokinu og það þá sko lokáttíðum þeirra þeir áttu við og annað þema því að þeir eins og hann virðist að tróðin öllum samfélagsvandamálunum sko það oxy, það alltaf veitur sem hann borðið í skipinu ég er búin að glemma því já, og því ég starfstæðislega að skoða sko, hvað í bókinni, það sko í bókinni þá vinurinn miklu starri karakter sem hann finnst megasens þessi eitulja subplot ekki til staðar og ég veit ekki hvort ég að spoila sko, ég náttúrulega að spoila bókinni en þar endar þetta víst þannig að hann bara að þeir eru með einhver antimatter sprengju og hann felur hann að frekar að sprengja geimverðnar en hérna Mark Ruffalo típan ennþá fóringin sko, manni finnst þetta ekki þó myndi hvað betri mókin þá svona, finnst manni svo marstana sem mikið betri sann sko Já, bara þú segir þá mannar eftir að hafa gert upp handrukkunin hann bara drap hann já, bara einn handrukkar í drepin og þessi svimandi háa skuld var bara úr sögunni það var ekki meira það þurfti ekki endilega að ganga í gegnum allt þetta klómum teima það verði ekki erfið með þetta nei, nákvæmlega já, svo er ekki rétt að minna á núna á mánudaginn næsta, hvað það, 20. Þetta heldur áfram sambjóna heiðra minningu David Lynch ætla sér ekki komið að Wild at Heart það þín mynd já, en ég náttúrulega sá hana 3 í Háskólabíó þannig að ég siti hjá og nýbúin að horfa á hana á DVD en ég hvet fólk eindrið til að kíkja á Nicolas Cage í snákaskinsjakkanum geggjumynd ég held að hann alltaf ætti að vera svo mikil töffari ég sá hann þegar 14 ára mér alltaf svo ógæslega töff síðan sá hann aftur daginn og fann ok, þetta grímmynd já, og því ég nú mjög fókusur á töff jakka og náttúrulega þá svarta leðjaka þessi jakki náttúrulega forljótur sko, sem að Nicolas Cage í myndinni og hann ekki eins og prop sko, hann kom með þetta heimann og átti henni jakka nákvæmlega svo erum við á Facebook hóp sem heitir Toppfólk það eru ekki búin að koma ykkur þar inn, drífi í því rosalega rófur
Já, mjög svona líflegar og hressandi umræður, kannski ekki alveg mikil dramatík hjá íslenskum sósíalistum, en tölvöld meira G-vitamin í umræðinu hjá okkur heldur en þeim. Það er enginn að fara að opna sig um þig eitthvað á tófólk. Eða þá bara hendi ég út eins og lærimestari minn í blaðamennsku. Svo þá væntanlega næsti þáttur 91 ætti þá að koma 15-20. mars. Bara setja það rýmandir í síman. Það ekki? Jú, með þeim fyrir að vera áttur klúðru hvorki upptökun í uppleðslu. Það geti alveg gert. Það geti gert. Heyrðu, strákar, takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir að segja ykkur skoðanir. Nei ekki? Jú. Amazing.